Nú ætlum við aðeins að skoða mælieiningar og mælitæki. Hvaða mælieiningar á þetta nú að vera og mælitæki er heppilegast að nota til þess að mæla vegalengdina á milli Garðabæjar og Ísafjarðar? Hér myndum við nota hugsanlega kílómetramælirinn á bíl eða við myndum nota GPS-tæki. GPS-tækið getum við nota til þess að mæla leiðina þegar við keyrum eða mæla beint í loftlínu. Og við myndum væntanlega mæla þetta í kílómetrum. Lengd og breidd bókar, við myndum hugsanlega nota reglustiku. Og við myndum mæla þetta í millimetrum eða sennilega sentimetrum. Lengd göngutúrs, við getum nota GPS-tæki eins og í símum eða snjallúrum eða einhverju þess háttar. Og þetta myndum við mæla í annarkvort metrum eða kílómetrum. Þykkt á blýi í skrúblýanti. Hérna gætum við hugsanlega nota reglustiku. Eða við getum nota skífumál. Og við myndum mæla þetta í millimetrum. Við þurfum alltaf að velta því fyrir okkur þegar við veljum mælitæki og mælieiningar. Hvað erum við að gera? Hvað þurfum við mikla nákvæmni? Það er mjög breytilegt hvað þessi mælitæki eru nákvæm. Og stundum eins og þegar við mælum vegalengdina til Ísafjarðar frá Garðabæ þá skiptir ekkert öllu máli einhverju 20 kilometra til eða frá. Við viljum vita svona bara sirka bát hvað þetta er langt. Það minnst okkur skipta nokkur hundruð metrar akkurat engu máli.